Í skylmingamiðstöðinni Baldurshaga var bæði keppt í einstaklingskeppni og liðakeppni. Haraldur Þórir Húgósson sigraði í karlaflokki og hjá konunum var það Þorbjörg Ágústsdóttir sem stóð uppi sem sigurvegari. Til hamingju með sigurinn bæði tvö, hvað var það sem skilaði þessum sigri hérna á Reykjavík International Games? Bara miklar æfingar og leikgleði held ég. Já, ég getur sammála því. Strangar æfingar og hafa gaman að keppa bara. Og sko, hvað það sem þarf að hafa til þess að vera góður í þessu? Þarf maður að hafa úthald eða vera í góðu formi? Eða hvað þarf maður að hafa í skylming? Það þarf að vera í mjög góðu formi, það er snerpa, úthald, styrkur, það þarf að vera mjög klókur, þú þarf að læra að analýsera andstæðinginn, geta skilið hann til þess að fengi gabbað hann. Þetta er svona, líkamleg skák hefur þetta oft verið kallað. Hvað takir til langa tíma fyrir mig að vera góður í skylmingu? Það fyrir eftir hvað level þú ætlar að keppa. Þú ætlar bara á heimsbikarmótinu eins og við, það er 15 ár. Annars ef þú ætlar bara að keppa hérna á heimavelli þá kannski svona 1–2 ár. Þrátt fyrir að skylmingar séu í eðli sínu einstaklingsíþrótt er einnig keppt í liðakeppni á alþjóðlegu Reykjavíkurleikunum og þar sigraði lið sem heitir Ísland 2. En liðið skipað þeim Jónasi Ásgeiri Ásgeirssyni, Hilmari Erni Jónssyni, Guðjóni Ragnari Brynjarsyni og Jóni Þór Backmann. En hvað með þessa keppni sem er núna í gangi, liðakeppnina? Þetta er væntanlega svolítið skemmtilegt að þetta er einstaklingsíþrótt en samt náðuð að búa til svona liðakeppni. Hvernig virkar þetta og hvernig er stemmingin í þessu? Og hún er mjög góð. Það hefur mjög góður hópur í, þetta er allt landsliðshópurinn sem er hérna. Það er mjög góður andi og það er svolítið gaman, eins og segir, að vera í einstaklingskeppni og fá að keppa saman og svona sína smá liðsheild. Það er virkilega skemmtilegt að keppa í liðakeppni. Þetta er allt öðruvísi stemning í þessu heldur en einstaklingskeppninni.